Flestir þekkja regnbogaverkið við flugstöð Leifs Eiríkssonar eftir Rúrí. En heimur hennar miklu stærri en það og talsvert athyglisverðari. Nú stendur yfir yfirlitssýning í Listasafni Íslands af tilefni nýútkominnar bókar myndheim Rúríar. Ef við skoðum svolítið svona innkomu þína inn í listheiminn sem 70s eða 8. áratugurinn, þú fer fljótt að gera gerninga og vinna kannski með hluti sem eru fundnir hlutir og þú kemur upp með í gegnum gjörningana fyrirbæri eins og Gullbílinn, Dóttir fjallkonunnar og svona. Gullbíllinn til dæmis, fyrir hvað stendur hann og fyrir hvað stóð hann og hvernig tilurðin á þessu verki? Þetta á sér samfélagslegar rætur verkið. Það hafði mér alltaf sárnað þegar ég sá þessi gömlu timburhús rifin og oft stóðu þau eftir, bara var búið að slétta út grunninn og þarna urðu til ólöguleg bílstæði. Þannig að við fórnuðum hluta af menningarsögu okkar til að gera pláss fyrir bílinn. Þannig að ég ákvað að taka þarna bíl sem var lúxuseintak af Benz þeirra árgerðar sem hann var gerður og mála hann gildan og flutti hann þarna niður eftir sem á sýningu myndhöggvarafélagsins í Reykjavík en þeir höfðu boðið mér að sýna þarna með. Svo viku seinna fór ég aftur og þá með verkfæri með mér. Gekk fyrst í kringum bílinn, stráði yfir hann smámynd eins og í helgiathöfn, kraup fyrir framan hann í helgiathöfn en spratt síðan á fætur og öskraði þú þræll, ég mun ekki þjóna þér og greip sleggjuna og hóf að gera út af við bílinn. Þessu fylgdi einhvers konar ljóð, var það ekki? Jú, ég var með ljóð sem að reyndar var aldrei sýnt, sem ég hafði samið með verkinu. Bíll, hvorki hús né maður, barn eða blóm, má skyggja á hjólför þín sem skreita móður mína. Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á okkar menningu, sögu og menningu Íslendinga og annarra þjóða. Eins að segja okkur svo mikið fortíðina og við getum hugsanlega dregið ályktanir af hvernig framtíðin geti orðið af þessum upplýsingum sem liggja í menningunni. Og fjallkonan eða tillaga að breytingu íslenska þjóðbúningsins til að laga hana nútíma þjóðháttum sem titill verksins. Varð til af því að þarna var 1974, þetta var þjóðhátíðar árið mikla eins og ég kalla það, 1100 ára afmæli Íslandsbyggðar og þegar var haldið upp á 1000 ára afmæli þá hafði Sigurður Guðmundsson verið fenginn til að endurhanna íslenska kvenbúninginn og merkilegt þá færir hann sem kemur þessu mál ekki við í svona embættismannastíl. En ég var að hugsa meira sjálfstæðisbaráttu Íslendinga og það hvað inngangan í NATO var mikill blettur á okkar sjálfstæði. Mér fannst erfitt að halda, sjálfur mér fannst erfitt að halda upp á eitthvað byggðarafmæli þjóðarinnar meðan enn væri erlendur her á grund Íslands. Heri var mjög áberandi á þessum tíma. En svona mikið hlutum eru endurskoðað eins og þessi klassíska íslenska söguskoðun dýrð Þingvalla en á hann eru ljótir blettir þeirri sögu og einhvers staðar finnst mér þetta tengjast líka helgimyndin af Þingvöllum við gerningin í Drekkingarhylnum. Sko Þingvellir þessi dýrðlegi staður en hann, eins og þú segir, hefur þennan svarta blett og þetta svona öfgafyllsti útúrsnúningur réttlæti sem hægt að hugsa sér að dæma fólk til lífláts og lífláta eða konur fyrir þann verknað að gefa líf. Og ég varð einhvern veginn að taka á þessu. Það var eins og þessar konur kölluðu á það að mannorð þeirra yrði hreinsað.
Mér hefur sagt að ég væri ómögulegu listamaður því ég gæti ekki haldið mér við eitthvað eitt form, en formið mitt hugmyndafræði, þannig að það misskilningur þarna í sjálfu sér, segi ég. En málið var að ég var búin að lengi að leita að leið til að myndgera eða færa í form hugmyndafræðileg gildi. Vísindahugsunin sagði að maður þyrfti að geta gert tilraun með viðfangsefnið og fengið niðurstöðu, endurtekið tilraun og fengið sömu niðurstöðu til þess að færa sönnur á að eitthvað ætti sér stað eða væri raunverulegt. Hvernig mælum við og gerum tilraun, til dæmis á, segjum foreldraást, virðingu eða bara hverju sem sem huglægu gildum sem eru okkur svo mikils virði. Ég gat ekki séð að það væri, sú aðferð væri til. Einhvern tíma var ég með tommustokk sem ég alltaf þurft mikið að handleika tommustokka og alltaf tekið eftir ég farin að mynda form með honum sem allir krakkar reyndar leika sig með. En þá allt í þessi byttunum við, já þetta metri, já. Metrin ekki bara þessi beina lína. Byttunum við, ef að mælitækið getur haft svona marga birtingarmöguleika, þá geta huglægu gildin líka haft marga birtingarmöguleika. Svo já, einsett mér að reyna að teikna öll form sem hægt að gera með tíbrotnum tommustokkið litlum sem að lokast sig sjálf og eru geometrísk. Ég tek aldrei tommustokkan í sundur og bara felli þá. Verkið þitt verkið Fossamel sem var fyrst sýnt á Feneyjabíennalenum. Getur eitthvað sagt okkur frá því? Vatn það efniselement sem eiginlega grundvöllur fyrir lífi okkar hér á jörðinni. Í austrænni fræði þá hefur vatnið það kvenkennt og tákn konu, á meðan eldurinn tákn mannsins, karlsins. Jörðin tákn konunnar en fjallið tákn mannsins. Þar kemur skýringin á fossinu. Akkurat. Fossinn rennur niður fjallshlíð. Konan eins og vatnið, hún fyllir dali og misfellur í landslagi. Það eru milljónir manna sem þjást á hverju ári vegna skorts á vatni. En á sama tíma erum við Íslendingar og fleiri þjóðir að fara að bruðla með vatn. Og ég set svona spurningar við hvað við höfum leyfi til þess að raska þannig við náttúrunni. Og við berum mikla ábyrgð gagnvart jörðinni. Við erum ekki til án hennar. Við erum í rauninni hluti af jörðinni því efnið í líkama okkar kemur úr jörðinni. Við getum reynt að hoppa upp, við komum alltaf niður aftur. Við getum farið í flugvél, en flugvélin kemur alltaf niður aftur. Við komumst ekki frá jörðinni. Þannig að við erum hluti af henni og okkur ber að hugsa hana, að hugsa velferð hennar alveg eins og við hugsum velferð okkar sjálfra, velferð fjölskyldunar, þjóðarinnar og mannkynsins.